Daníel Andri, þjálfari Þórs. Daníel, þú varst frekar áhyggjufullur eða virkaðir þannig á mig hérna þegar ég tók viðtalið daginn. Þunnskipaður hópur, þetta verður eitthvað. Þetta var býsna létt í dag. Já, það mætti segja það. Var þetta gert til að stressa mig eða hvað? Já, þetta var viljandi gert. Stressa mannskapinn, fá fólk hérna að fylla höllina, spennandi leik sem var síðan ekkert svo spennandi. En við gátum allavega nýtt svona leik til að kynnast nýja leikmannum okkar betur og verka hana svona betur inn í okkar sóknarleik og mér finnst það bara heppnast ágætlega hjá okkur. Hún var feikilega öflug í dag, hún var með 27 stig og 18 fráköst. Svo var Mari Lind, mögnuð og Heiðarlín. Liðið var bara í essinu sinni í dag í raun og veru allt eins og leggsi. Já, það mætti segja það, en eins og ég sagði í gær, þunnskipaður hópur voru með 8 á skýrslu. Vantaði þarna nokkrar út af meiðslum, en mér fannst þær allar 8 sem að spiluðu voru allar með bara flott framlag. Nú tókum náttúrulega fólk eftir því að vantaði bæði Karin Lind og fekk höfuðhögg í stúlknarleikum helgina og Rut ekki með. Langt í þær? Nei, hún ekki. Allavega ekki Rut. Hún er grjóthörð. Hún verður búin að jafna sig á þessu eftir skamma stund, sko. En það er alltaf spurning með þessi höfuðhögg, en við vonum bara það besta. Það er náttúrulega, Rut er náttúrulega töffari, þetta er lögregluhjón og þetta pappinn í stálmúsín, þannig að það lítur eitthvað að vera gott í þessu. Já, við höfum nákvæmlega engar áhyggjur af henni. Ertu sæmilega sáttur í leikinn í dag eins og hann spilaðist? Já, svona heilt yfir. Heilt yfir var þetta bara mjög fín frammistaða, bara uppleggið gekk eiginlega bara 100% upp. Spilum fína vörn á svona mestallan leikinn og sóknin var ekkert síðri. Okkur tókst að halda kannanu þeirra vel niður í dag? Já, algjörlega. Hrefna stóð sig bara frábærlega og aðrar að dekka hana. Þannig að hún var með lágmarksframlag í dag sem var flott. Svo hvað KR í næsta leik, útileikur? KR í næsta leik, 18. desember, það er sjónvarpsleikur. Þannig að það er engin afsökun fyrir fólk sem kemst ekki á leikinn og horfi ekki á hann. Það verður eitthvað? Algjörlega. Spennandi viðureign Heiðu og Fanneyjar í KR. Og það veist að gangi ykkur. Takk fyrir það.